og bara æðislegt hvað margir sem koma. Ég ætla ekki að segja neitt sérstaklega mikið, en ég ætla að segja að ég veit að margir sem hafa áhuga að skoða þetta hús, af því það er svona sögufrægt, að það hægt að labba upp á bókasafn og eftir ef þið viljið, það alveg heimil í húsinu og efst. Og svo laugardaginn 8. mars hér opið hús, þá skrúðudaginn. Þá með bara allir koma og skoða, þá verður opið fyrir turn og niður í kaffhóttin sem kjallarinn og bara allt opið fyrir alla, þannig að endilega, já. 9. mars. 9. Laugardaginn 9. Já, það allavega laugardaginn ekki núna heldur næst. Það 9. ok, ég flestir. Það kemur neitt, þannig að bara ef við viljum skoða húsið alveg, bara allar stofur allt saman og kannski ekki það sem voru hér í námi, það margir, þá að gera með það. En þá ætlum ég bara að bjóða Sveinbjörgu og Sigrúnu velkomnar að kynna nýja garðinn. Já. Sælblessaður sem heyrið ekki vel í mér. Já, ég kannski heyrið of mikið í mér kannski, ég of hávær. Það ekki svoleiðis. Heyrðu, þið vitum nú flest hver ég er Sveinbjörg frá Landskjörn bókasafna og ég stödd hér í dag með henni Sigrúnu og Hauksdóttur, samstarfskonu minni og við ætlum að segja ykkur svolítið frá þessu verkefni nýjan gegni. Og það eru mjög mörg tækifæri sem felast í þessu og svo líka áskoranir eins og alltaf þegar eitthvað skemmtilegt að gera, sko. Þetta nú stutt dagskrána, bara við ætlum að fara aðeins yfir verkefnið og fara aðeins í margsýnisspegilinn aðeins líka, tala persónuverndarsjónarmiðin sem náttúrulega alfa og omega svolítið, varðandi kennslu högum og það svolítið það sem við viljum fókusera á í dag, því það skiptir svo miklu máli að vel tækist til þar og við séum öll sátt og svo framvegis. Nú síðan kemur Sigrún og hún tæklar þetta þá svona meira kerfislega, hvað við nákvæmlega að tala þegar við segjum kerfisögu og fjallar það frá mörgum, frá ýmsum sjónarhornum og svo kem ég með einhverja smá samantekt og svo vonumst við náttúrulega til að verði góða samræðu. Það er mjög gott fyrir okkur að fá svona svolítið innlegg í það sem við erum að gera. Hvort við erum á réttri leið eða hvort við sjáum strax eitthvað sem betur mætti fara og svo framvegis. En í stuttumáli sagt þá erum við náttúrulega á stórum tímamótum. Það var á gamlársdagi fyrra, þá var ákveðið að taka tilboði Innovative Interfaces Global í nýtt boxeskerfi, Sierra. Sierra er nafn á hugbúnaðinn og alveg svo núna með Aleph á bakvegginni og verður í dagum til Sierra á bakvegginni. Og þetta var nú svona alveg á síðasta séns en þessu tilboði var tekið, gildistími þess var til 31.12.2018. Innovative þeir eru mjög spenntir fyrir þessu verkefni og samstarfi við okkur og hér er fréttatilkynning sem þið birt á heimasíðu sinni. Ef þið farið inn á i.com þá getið þið séð þessa fréttatilkynningu. En það er ekki bara þeir sem eru ánægðir, okkur hjá Landskerfinu líst líka ábúðslega vel á þennan nýja samstarfsaðila. Við erum búin að eiga mjög marga fundi með þeim, það vorum fundum núna mánudag og þriðjudag, vorum fundum þriðjudag og fimmtudag sem síðustu viku, bara púra vinnufundum, þess að við erum að byrja að brjóta þetta stóra verkefni niður í svona einingar sem við ráða við. Og við finnum það strax að við erum að tala saman og það er óbúðslega gott þegar maður finnur það. Og þeir eru að reyna að mæta okkur þessi við erum, reyna að skilja okkar ástafunir og svo framvegis. Þannig að okkur finnst þetta að lofa góðu. Og það er allir sammála þetta hjá Landskerfinu og líka þeir starfsmenn safna sem hafa verið á þessum fundum með okkur. Aðeins með baksýnisspegilinn, við fórum í mikla þarfagreiningu haustið 2017, sum ykkar komu að þeirri vinnu. Þetta var svokallaði sérfræðihópavinna, úr þessu var síðan kröfulýsing, mjög ítarleg kröfulýsing og sem fór svo í útboðsgögnin. Þetta var svo boðið út á evrópska efnahagssvæðinu og þetta var svokallað samkeppnisútboð. Og það var nú þannig að það var í fyrsta skipti sem að Ríkiskaup voru að fara í gegnum svona samkeppnisútboð. Við vorum að gera þetta í fyrsta skipti þannig að það var nokkið kannski mikið reist að þessu.
En í stuttu máli sagt þetta ítrað ferli og þetta byrjar þannig að fyrst bara gera menn tilboð í fyrsta skipti og í okkar tilfelli voru það 2 aðilar, þar var annars vegar Ex Libris og hins vegar Innovative. Síðan taka við viðræður, skýringarviðræður, þar sem menn fara að tala saman og útskýra hlutina betur og svo gera menn aftur tilboð. Þessi 2 aðilar. Það get ekki fleiri komið inn á þessu stígi. Og svona fer maður nokkrar umferðir og alltaf skýrist betur og betur hvað raunverulega verið að bjóða út, að hverju við erum að leita. Og þá fá bjóðendur tækifæri til þess að fínstilla sín tilboð. Og lokatilboðin bárust í nóvember, 20. nóvember og niðurstaðan lá fyrir í lok desember. Þetta skjáskot af forsíðunni á skýrslunni sem sérfræðihóparnir skiluðu í þarfagreiningunni. Þegar nú séð þetta, það er ekki að hafa mörg orð þetta, önnur en þau að þetta var mjög ítarleg og góð kröfulýsing og það kristuðust út úr þessu svona ákveðin áhersluatriði samstarf á milli safna þetta vera mögulegt, þau líka geta verið sjálfstæð, það þetta vera möguleg sjálfsafgreiðsla, samnýting á gögnum og svo framvegis. Og það sem við erum að gera akkurat núna það að við erum að reyna að lenda samningu við Innovative. Það auðvitað eins og þið vitið sem að hafi gert samninga, það getur verið svolítið maus og þetta eru nokkri samningar, þetta leyfisamningur, þetta viðhaldssamningur og svo það sem þeir kalla statement of work. Og þar í rauninni rammað inn verkefni í heild sinni. Og þar það okkar áskorun að gleyma engu sem var rætt í útboðsferlinu og ákveði það þarf að koma inn í þetta skjal. Því að svo verður verkefnið innleitt í samræmi við þetta. Þannig að þetta mikil nákvæmnisvinna og þessi vinnufundi sem við höfum haft með þeim eru meðal annars til þess að skýra þessa hluti, til þess að geta lagt upp þetta statement of work og svo erum við náttúrulega líka bara með því að byrjum á innleiðingarverkefninu. Þetta nýtist allt fyrir innleiðinguna. Við erum nú þegar búin að opna fyrir útboð í hýsingu á Sierra-kerfinu. Þetta verður hýst hérlendis alveg eins og alveg fyrir í dag og þetta var opnað í gær þannig að við fáum endilega, það mun leggja fyrir niðurstað bara í mars hvað aðili hér á landi mun hýsa kerfið og í kjölfarið mun Innovative fara og setja upp hugbúnaðinn og svo hefst bara, svona fín stilling hugbúnaðarins, svona configuration eins og við kallum. Það sem að kerfisbókaverðir eru náttúrulega í lykilhlutverki og svo náttúrulega þjálfun. Verk og tímaáætlun svona í burðarliðnum, hún liggur ekki fyrir. Það þarf að skýra umfang verkefnisins náttúrulega fyrst, það sem við gefum í statement of work. Okkur langar og stefnum að því að svona kerfi getur farið í loftið mitt á 2020 en ég veit ekki neinni aðstöðu ennþá til þess að lofa því. En svona hafið einhvers konar hugmyndir. Nú við erum að vinna heimavinnu hjá okkur, sem við þurfum að gera innan hús hjá okkur. Það áskorun að innleiða nýtt kerfi samhliða því að reka núverandi kerfi. Við þurfum að bæta við okkur mannafla. Nú ef við vitið af einhverju fólki sem að þið telja geti verið gott í svona vinnu, þá megið alveg láta það orð berast út að við séum að leita að samstarfsfólki. Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga, það eitthvað heilt að lesa. Þetta svolítið stórt mál og við lögum alveg gífurlega áherslu á þetta í útboðsferlinu. Við vitum auðvitað að það ákveðin vandamál í alvegkerfinu í dag. Og það engar viðkvæmar persónuupplýsingar sem eru að verða í útboðsferlinu og það mjög gott, því það getur náttúrulega mjög strangar reglur. En við erum með persónuupplýsingar að sjálfsögðu og það að tryggja að það sé bæði heilsvíktaskýrsla með þær og svo að öryggið þeirra sé tryggt. Og þetta eru 2 hlutverk sem við erum í. Þið starfsmenn, eða þið bókasöfnin, þið eru ábyrgðaraðilar í skýringi lagana. Þið eru ábyrgð á að fara sér fyrir lögum. Við erum svokallaðir vinnsluaðilar og við erum ábyrgð í samræmi við vinnslusamning sem við gerðum þá á milli okkar og ykkar og okkur ber að tryggja öryggi gagnanna. Svona í stundum alls sagt. Þannig að við erum, samstarfið svolítið þarna, fyrst mér varðandi persónuverndina, að finna þennan rétta flöt og þegar þýðir það
það líka að þið þurfið svolítið að skilja þessa kerfissögu sem við erum að leggja til og vera sátt við hana. Og þetta varðar lánþegaskrána, lánþegaupplýsingarnar. Það er auðvitað það sem við erum með persónuupplýsingar í kerfinu. Við munum áfram þurfa að gera einhverja málavinnar, það er alltaf lýs. Og við þurfum svona að velta fyrir okkur hvernig við getum nýtt kerfið með sem bestum hætti, þannig að við náum að uppfylla ákvæði persónuverndarlaga, en líka þannig að við höfum það vinnuumhverfi sem við þurfum. Þannig að bókasöfnin geti sitt sínu starfi með þeim hætti sem þau vilja. Þetta má ekki setja ómýrtar skorður, það gengur ekki. Og síðan skiptir náttúrulega máli svona að þetta sé hagkvæmt. Við viljum ekki að það fari til aukinn kostnaður vegna þess að nýja kerfis, það vil enginn. Og við þurfum að muna hvað við erum að koma. Við erum alltaf í þessu samstarfi til þess að reyna að stefna hagræði og hagkvæmni átti. Í bæði fjármál, rekstur, þjónustu og svo framvegis. Þannig að við þurfum að standa svolítið ekki vörðum það í þessu ferli. Þetta er svo síðasta glæran mín á hana að Sigrún tekur við. Og af því að okkur finnst þetta svo mikilvægt mál, þessi vinnsla persónuupplýsinga, að þá fékk stjórnlagskerfisins lögfræðing til að vinna fyrir sig svona minnisblað álitsgerð bara innanhúsplagg hvernig væri best að nálgast þessi mál, varðandi nýja kerfið. Og þetta er tekið beint upp úr áliti eða minnisblað þessa lögfræðings. Þar er lagt til og talið eðlilegt að landskerfið móti tillögur kerfisögum sem Sigrún við útskýra betur eftir hvað nákvæmlega þýðir. Og þessi kerfisögum sé síðan kynnt fyrir stofnunum og að þið raunverulega samþykkja hana og svo er mitt á því með því að segja nauðsynlegt sé að sameiginleg ákvörðun liggi fyrir áður en innleiðingin hefst. Þannig að þetta þarf að gerast nokkuð hratt ef við tökum bara þann tíma sem þarf. Og ég kem hérna aftur eftir með einhverju samantekt og þá mun ég taka upp þráðinn hér. Og þá komið að Sigrún. Hvað er Sigrún? Þetta er svolítið flokkið. Setja svona bara... Já, þetta er svona öfugleru. Já, þetta er svo öfugleru. Allir slísum. Svona, hengir þetta á því. Þá við í annar skipur árinu í kjól. Já. Já, heyrðu. Já, það er sem sagt það sem að við hugsum fyrst og seinast eins og það er heilt að Sveinbjörgu, það er kerfishögun. Og málið er það að kerfishögun í þessu kerfi er ansi ólík því sem er í alveg kerfinu. Við erum ekki að fara, þetta speglast alls ekki. Og og það er sem sagt lagt upp með 3 aðskilin kerfi. Það er alveg 3 kerfi, það eru 3 vélar eða það eru 6 vélar erindar, það er eitt svona hugbúnaðarþjónn og önnur gagnafélagsþjónn fyrir hvert einasta kerfi. Og við erum búin að hugsa rosalega hvernig við erum að raða svefnunum inn í þessi kerfi. Og höfum komið að þeirri niðurstöðu að það sé að almenningsbókasöfn verði sér og náttúrulega samsteypusöfn sem er almenningsbókasöfn og grunnskólabókasöfn, þau fylgja almenningsbókasöfnum. Þetta er regla sem við erum alltaf haft í gegnum. Það er bara almenningsbókasöfnir ríkja yfir grunnskólabókasöfnum. Síðan koma grunnskólabókasöfnin sér og það er kannski það sem er ofsalegur kostur að við teljum af því að það er alltaf smá núningur á milli almenningsbókasafna og grunnskólasafna. Og síðan myndum við hafa háskólana, framhaldsskólana og sérfræðibókasafnin saman í kerfi. Varðandi framhaldsskólana að við erum búin að fara á fundi, við erum búin að vera svo heppin að við höfum hitt félag framhaldsskóla bókavarða á bókasafnum og eins forstöðumenn háskólabókasafnum. Og það munum að ræða þessa kerfishögun og hvernig er raða svefnunum niður.
báðir hópar, háskólahópur og framhaldsskólahópurinn, þeir voru algjörlega sammála að þeir ættu saman. Þeir ættu ekki framhaldsskólanum, við höfum nefnilega að setja framhaldsskólanum með grunnskólanum, frekar hallærislegt, en þannig að það bara samhljómur þar milli. Það sem allir hata í gegni, það eru stjórnunareiningarnar, það verða engar stjórnunareiningar, en á móti kemur að það eru 3 kerfi. Lánþegaupplýsingarnar, þær eru sameiginlegar innan kerfisins. Þannig eins og núna þá erum við með eina sameiginlega lánþegaskrá, við skiptum þessu í viðvarar upplýsingar og staðbundnar upplýsingar, þannig að við hengjum þetta svona saman, en þarna eru lánþegarnir sameiginlega innan hvers einasta kerfis og þá er spurning, hvernig getum við samnýtt þá, þurfum við að tvöfalda það, hvað gerum við? Og þannig að við ræðum það seinna. En síðan í kerfinu og það sem sagt, við erum eftir að ákveða það nákvæmlega, það eru möguleikar til að lágmarka sýnileika lánþegaupplýsinga, bæði með aðgangsstýringum og með svona kerfislegri setningu. En ef þú takmarkar aðgang eins lánþega sem sagt að safni annars, þá líka útilokar samstarf. Þannig að það er að mörg að hyggja. Fyrir ofan þessi 3 kerfi þá er regnhlífarkerfi sem að sameina þau og þar kemur er samskráin og samnýting safnkosts. Og þannig verða millisafnalán og síðan opnar þetta möguleika samræmda þjónustu fyrir landið, þannig að hver lánþegi getur, ef við svo kjósum, labbað inn í hvaða bókasafns og fengið þjónustu án þess að verða lánþegi. En þú lánar honum út og það er bókhald á öllu sem er gert. Og það er svokallaður walk and pay. Og þetta kerfi er notað víða mjög öflugt. Það er til dæmis Ohio-líkt sem er samstarf háskólana í Ohio. Þú veist, það eru 400 háskólar og það geta allir, það er samræmd þjónusta í Ohio. Fylkin í Bandaríkjunum, allir geta labbað í hvaða bókasafn sem er og þannig að það virkar mjög vel sem slíkt. Þá er það myndin af kerfinu að það er sem sagt, þetta þarf að stilla svolítið inn að þetta er regnhlífarkerfi og það er sameiginleiki og samnýting. Safnkost sem er fyrir ofan, svo eru þessir 3 hópar sem eru algjörlega aðskilin kerfi og það er mikilvægt að átta sig á að upplýsingar færast ekki hérna milli. Þetta er alveg bara sérlönd og þannig að vandamál eins og til dæmis að við vitum það að grunnskólasöfn sem eru saman í stjórnunareiningu með almenningssöfnum fyrir alltaf að rekast á, þau fyrir alltaf að vera yfirskipað því að viðkomandi skuldar í almenningsbókasafnum. Það er svona núningur þarna á milli. Þetta er ekki svo rosalega mikið í Reykjavík en út af landi er þetta mjög mikið vandamála því að grunnskólanum hér eru sér stjórnunareiningu. Og þannig að þú veist, við sjáum ekki varðandi grunnskólabókum sem það munum ekki sjá vanskil eða aðra syndir einstaklingar í almenningsbókasafnum. Og það gerir okkur þessi kerfisvörðun, gerir okkur líka við þurfum ekkert að vera að vandræðast með það í kerfisuppsetningu, þannig að það er ekki að detta upp hvernig sett á þennan krakka. Það bara skeður ekki af því að kerfisuppsetningin verður þannig. Þetta einfaldar samstarf safnanna innan kerfisins, þessi söfn sem eru svona skild og geta unnið saman og þetta einfaldar þessa kerfislegu uppsetningu bókasafnanna, varðandi útlánareglur, lánþegastöður, einkagastöður, af því að við erum með svipaða hópa inn í hverju kerfi. Og svo einfaldar það líka samnýting safnkostsins. Þetta er ofboðslega ólíkt því sem við erum við. Og þannig að við þurfum við þurfum svona svolítið að máta okkur inn í þetta móti. En við höldum að kostirnir séu meiri heldur en gallarnir. Hafið þið einhverjar svona vangaveltur eða spurningar að vera raðað í kerfi? Eip, allt í lagi með það.
Síðan erum við komin bæði að styrkleika og veikleika kerfisins. Þetta kerfi, það er hannað fyrir samstarf, það er hannað til þess að söfn vinni saman. Og það er hannað til þess að samnýta safnkostin, hannað til þess að samnýta lánþegana og að það séu samræmdar reglur. Það er styrkleikur kerfisins. Og síðan held ég að við þurfum að stefna því að nýta kosti kerfisins innan ramma persónuverndarlaganna. Við erum búin að vera mjög föst í því að það má ekki sjást neitt. Það er allt bara. Núna er hvert safn eigland. Það bara má ekki verið samskiptið við annað safn. Því þá getur við séð eitthvað sem mætti ekki sjá. Og það er nú kannski ofþykkur. Og þannig að við þurfum að horfa út fyrir ramman og sjá kostina á þess að vera að stíga á einhverju tær. Það er möguleika mjög víðara samstarfi og einfaldara samstarfi heldur en núna, en samstarf safna er ekki mögulegt án sýnileika. Þú getur ekki þjónað einhverjum lánþega ef þú sér það ekki, ef hann er týndur. Það er stóra máli. Þannig að við þurfum að vanda okkur rosalega hvernig við röðum í kerfin og það er náttúrulega stóra málið, það háskólarnir eru sér, framhaldsskólarnir og sérfræðibókasafnin og náttúrulega almenningssafnin sér og skólabókasafnin sér. Þannig að það er svona stóra myndin. Hérna er ég bara með smá lista af söfnum í gegni, bara svona random lista og þá sjáum við, Amtið er náttúrulega almenningsbókasafn og það eru grunnskólasafn, háskóla, framhaldsskólasafn og svo framvegis sem að fara að raðast og það sem er svolítið merkilegt við þetta þegar við röðum söfnunum að það verða svipaður fjöldi í öllum þessum hópum. Kannski aðeins farið í háskólanum og þeim en það er nokkuð svipaður fjöldi þannig að það er mjög gott, þannig að við erum að eiga við svona sambærilega flokki. Og það sem verðum að gera, bara því að menna lista, þannig að við svona kannski aftur það gráða og síðan þegar við förum að færa upplýsingarna úr gegni sem er með þessar 12 stjórnunareiningar og þá þurfum við náttúrulega að til dæmis eins og í 50 á Suðurlandi þá fara á söfnin, þar splittast þau í allar 3 grúppunar. Þannig að það verður aldrei ein stjórnunareining þegar hér önnur þarna, það verður ein stjórnunareining sem verður á eitt stað sem það heitir I-55 eru grunnskólanir á höfuðborgarsvæðinu en annars þurfum við að splitta öllum þessum upplýsingum í blokkir. Og þá komum við svona að persónuverndarsjónarmiðunum og það sem hefur verið talað, það eru eigendur gagnanna, það eru eigendur safnanna, það eru þeir sem að stjórna og þá er það náttúrulega, þá er það ríki og sveitarfélög og þess vegna til dæmis passar rosalega vel út frá svona þessum lagaramma í samband við eigendunar að hafa framhaldsskólana með háskólanum, að það sé ríkisstofnanir séu saman, félagastofnanir séu saman og svo framvegis. Þannig að en lífið er ekki einfalt. Það er ekki klippt og skorið og við sjáum til dæmis á Austurlandi, þá erum við með 16 söfn sem eru með mjög mikið samstarf og mjög mikla hefð. Miklu lengri hefð heldur í gegni, þegar þeir eru í gamla feng, þannig þetta er 30 ára hefð allavega. Og þar erum við með 9 samstipauðsöfn sem eru það almennings- og grunnskólasöfn, 1 svona hreint almenningsbókasafn sem er Héraðsbókasafnið á Egilsstöðum, þeir eru með 2 framhaldsskóla og 2 grunnskóla, 1 skjalasafn, 1 sérfræðisafn og svo grátt svæði. Þannig er almenningsbókasafnið og skjalasafnið fyrir sama húsi, í næsta húsi er grunnskólinn og hinn megin ána og það er innan 5 minútna gangur í menntaskóla. Þannig að á Egilsstöðum. Þannig að það er spurning, er við að splitta svona einingu í 2 einingar, þar sem lánþeginn er alveg sér. Þetta þurfum við að hugsa með rosalega vel um. Og þetta er svona það sem að við erum með fámenni, eins og til dæmis á Vestfjörðum, er vitað
eins og á Vestfjörðum þá erum við með, þú veist, Alþýðubókasafnið í Bolungarvík og Ísafirði, svo eitt svona ríkissafn sem heitir Menntaskólinn í Ísafirði, vitað splíta hann frá hinu lánþegunum á svæðinu. Þannig að við þurfum að hugsa þetta rosalega vel. Og auðvitað þurfum við að fá samþykki, við þurfum að fá samþykki safnanna, sveitarfélagana og svoleiðis þetta kerfisum. Og þannig að þið sjáu hvernig sko raunveruleikinn það aðeins erfiðst heldur en við viljum kannski hafa. Af því að við viljum náttúrulega geta flokkað það okkar fag. En endanleg staðsetning safnanna að það mjög erfitt að færa söfn á milli kerfa. Það þarf að vanda sig alveg rosalega með staðsetninguna. Og þetta hefur með að gera að það getur verið hugsanlega sameiningar. Við erum alltaf að sjá sameiningar sveitarfélaga og við vitum alveg að það er alltaf í umræðinni og svo einhvern tíma það bara fer skriðan á stað og við vitum ekki hvað það endar. Verðum við með eitt sveitarfélag á Íslandi kannski endanum. Það er mest að vita í því. En framhaldsskólar, þeir geta sameinast og háskólar. Og það er náttúrulega líka alltaf í umræðinni, þú veist. Eins og ég hef alltaf sagt, já, sveitarfélag eftir að sameinast, þá segja, já, láttu ekki þetta í hug, það á eftir að vera sameining í háskólanum. Og ef við erum með þessi söfn í sittborkerfinu, þá er eiginlega ógert nú bara sameining. Það er bara alveg ógertlega því. Og þannig að við þurfum að vera með samráð í söfninu og alefli mun sinna mikilvægu hlutverki sem málsvari safnanna. Við Landskjörur bókasafni reynum og anda okkur, við erum mjög samviskusöm og samar og sögum að vera veit kallmann innan borðs sem stendur, við vonandi fáum fleiri. Þú veist, en við getum gert verða aðeins og það getur verið hugsanavilla í því sem við erum að leggja fram. Þannig að alefli mun taka það hlutverk á sér að standa bremsinni þegar við erum og réttu þegar það þarf. Þá er það með það flokkun safna og þið kannski áttið okkar því að núna erum við í lýsingarútboði að fá tölvunar okkar, stóru serverana og þegar það er komið þá setjum við hugbúnaðinn á þetta eftir komstæðinu svo þarf að fara að raða söfnunum niður í kerfin áður við getum flutt gögnin og farið að prófa og svona máta okkur inn í kerfi. Þannig að flokkun safnanna inn í kerfi þarf að vera tilbúin fljótlega. Og en svona endanleg ákvörðun vafaatriði mun vera tekið í sameiningu á notendaráðstefnu aleflis sem verður í sumarbyrjun. Það átti að ákveða nákvæmlega dagsetninguna en eins og þarna Austurlandi, þú veist, ætlum við að hafa þetta allt í sama kerfinu eða ætlum við að splitta því. Og það fullt af vafaatriðum, auðvitað er sumt algjörlega klippt og skorið, en þannig að við munum ræða þetta og fá samþykki samfélagsins á þessari ráðstefnu. Svona það einfaldasta leiðin sem við sjáum til þess að fá svona samþykki. Einhverjar spurningar þessa kerfishöfum og eins og þið heyrið, það sem við höfum eiginlega bara áhyggjur af það er röðin lántökunna og það hefur náttúrulega með persónuverndar sjónarmið að gera. Eins var það í sérfræðihópavinnunni sem við vorum með í fyrrasumar og fyrrahaust að þá var svona leiðarstef í gegnum alla vinnuna að söfnin vildu ekki að það sæist mikið á milli safnan og það vildi að væri meira sjálfræði. Og sjálfræði það er svolítið veikjupunkturinn í þessari kerfishögun og hefði verið alveg eins. Við fengum 2 tilboð og það hefði alveg eins verið hitt kerfið, alveg kerfið. Þannig að við verðum að ræða söfnunum í hópa saman, það svona eitthvað sést. Í seinustu viku, nú einhver glæðum en þá vorum við með fundi með innáveitu fólki og einn daginn þá vorum við með fund og kynningar þar sem að þeir voru svona að fá upplýsingar hvernig þeir ætti að setja kerfinu upp og þar vorum við með fulltrúa frá safnahópum, frá háskólanum og grunnskólanum og almenningsbókasöfnunum
og þá var sem sagt verið að ákveða það sem þeir kalla add-ons, svona viðbætur við bókasafnskerfið. Þetta er bókasafnskerfi, skráning og útlána og eitthvað svoleiðis, en til dæmis þurfum við að hafa millisafna lána þátt hjá grunnskólanum. Og þú veist, við segjum nei, við þurfum þess ekki, við teljum ekki. Nú kemur nýtt sjónarmið frá Rósu Björg sem er með móðurmál. Já, það sem eru endalaust millisafnalán. Þannig, ok, við þurfum að nota það. Alveg, við hugsaðum ekki um því Rósa. Við lána í hérna grunnskólana. Já. Frá 4 mánuðum. Ok. Þá er það fallið, þá verðum við að segja, við verðum að hafa þáttinn uppsett á það. Það er einmitt þessi umræða sem er svo mikilvæg og þannig að það til dæmis eins og fyrir almenningsbókasöfnin þá er eitthvað sem við kalla homebound sem er þá að halda utan lán sem fara til lánþega sem að komast ekki á bókasafnið og eða þá líka til stofnana og skipa og svoleiðis sem að vera hægt að nota það til. En háskólanir hafa ekkert að gera með það. Þannig að við svona vorum að velja hvaða þættir hvaða viðbætur væru góðar fyrir hvert kerfi af því að það er svo leiðilegt alltaf að lenda í einhverju, þú veist, ég lendi hérna, ég veit ekki hvað þetta er. Það er svona að lágmarka það. Það er ekki það að þetta setja öll add-onin inn í hvert einasta kerfi en það þvælist kannski bara fyrir okkur. Þannig að það var það sem við vorum að hugsa. En varðandi þetta kerfi að þá svona útlitið og annað að það verður bara reynt að hafa það eins einfalt og þægilegt og hægt er. Og þá verður byggða fullt af brúm til þess að svona gera hlutina þægilega, hafa sjálfvirkar uppfærslur og annað. Fyrst að ég hef tíma þá var ég aðeins að fara að segja svona hvað með lánþegana sem við komast inn í þessi 3 kerfi. Núna erum við náttúrulega bara með eina lánþegaskrá, við fáum hleðslur mánaðarlega frá þjóðskrá og við erum með svona alls konar pælingar og við vitum ekki hvernig það endar en það sem við vorum að hugsa er það erum við með skólasöfnin, alveg uppfært læra greinilega að þá fáum við bara hleðslur frá Mennta og þetta er mjög frá Mennta ekki innu af því að framhaldsskólar er komið hingað og þannig að við fáum bara alltaf lánþegana inn í gegnum hleðslu. En ef það kemur nýr lánþegi sem ekki er í skólakerfinu, þá bara munum við sækja það beint í þjóðskrá inn í þjóðskrá. Sama með almenningsbókasöfnin, þá munum þeir fyrst og fremst fara og sækja lánþegana í þjóðskrá. Ef við getum ekki fengið svona beintengingu, þá munum við hlaða lánþegana inn í almenningsbókasafnskerfið, en það sem okkur finnst vera í þessum tíma þegar við erum að hugsa persónumenn, að við erum með 340.000 Íslendinga og við höfum haft það hefur verið svona nokkuð fast í gegni að lánþegar eru 175.000 og það er náttúrulega sumir tvífaldi, það er ekki það. En þurfum við að hafa helming þjóðarinnar sem ekki er að nota bókasöfnin inn í kerfinu og við getum flett inn. Það er kannski bara skítur, það er bara óþarfi. Þannig að þess vegna myndum við vilja hafa svona beintengingu. Varðandi háskólana og framhaldsskólana þá var náttúrulega fyrst og fremst hleðsla frá nemendakerfunum sem myndi búa til þeirra lánþega grunn. Annað sem við viljum í sambandi við lánþegana, við viljum reyna að koma að alltaf svona semi-sjálfverkum verkferlum. Þannig að við þurfum ekki að tala við hvert skólasafn, við hvert háskóla og biðja það Excel-skjal sem að síðan er hlaðið og þú veist og svo er manneskjan veik og eitthvað svona. Þannig að þetta tefst og getur varðið óþægilegt. Þannig að reyna að hafa þetta sem mest sjálfverk. Annað, sjáum við svona skemmtilega mynd og sem sagt nú erum við með 3 kerfi. Það voru góður á því. Hvað gerum við skráninguna? og þetta er þetta reglífakerfi og það er ekki skráð þar. Það tókur smá tíma að átta okkur á því og þannig að það sem við höfum svona ákveðið er það að þetta heita háskóla, þetta er háskólakerfi að þar verður raunveruleg skráning sem skrásitjarar
réttindi, þeir skrá hérna í þetta kerfi og hérna verður nafnmynda stjórnunin og slíkt. Síðan í þessum kerfum verður alveg skráningarþáttur og þar var hægt að skrá svona efni sem ætti ekki að vera í samskrá. Síðan þetta var allt verið í samskrá, en til dæmis eins og bara ljósrit, iPad-arnir, heyrnartólið og þetta sérstaklega mikið hjá skólasöfnum og skólasöfnum hafa verið svolítið læst inni því að flest skólasöfn eru með bókasafns- og upplýsingafræðing í starfi og líka minni almenningsbókasöfn, þannig að það verður erfitt fyrir þau að bæta við nýjum titlum. En þá verður hægt að gera það hér og tengja eintök og koma í útlán. Jafnvel þótt að það ekki, fylgja ekki ströngum skráningarreglum, þá bara er það hérna en fyrir ekki í okkar fínu samskrá þar sem að mikla reglur mikla gæðakröfur gilda. Þetta á eftir útfærast aðeins, síðan er það færa nafnmyndaskráin í hvert kerfi og færa bókræðifæslur og það verða eitthvað svona næturvistur í þessu. En að öðru leyti, þetta er alveg eitthvað sem virkar, en þið sjáu að þetta er alltaf öðruvísi heldur en okkar gegnir, þar erum við bókræðifæsluna og svo komum bókasöfnin og svo hengjum við eintökuna bara í einu plani. En þetta verður í 3 og 4 plönum þetta hjá okkur núna. Einhverja spurning bókræði? Bókræði skráningu í nýju kerfi? Það er takmarkað þá hvernig þau geta skráð inn í skólasafna eða geta þau, ef þeir sem eru með skrásettir skólasafna geta þau skráð? Já. Rósa Björk frá Landsbókasafni var að spyrja hvort að þeir sem væri til dæmis í grunnskólakerfinu og væri með réttindi, skráningarréttindi, hvort að þeir gæti fullskráð. Það sem hugsunin er að þeir geta það. Þeir eiga raunverulega ef þú ert með réttindi og þú ert með eitthvað sem á heima í samskráði. Þú ert með alvöru titill, þú ert ekki með heyrnartól. Og þá skráir það hér. Og það færist yfir. Og það tengiru eintökin. Þannig að þetta er svona aðeins öðruvísi verkfræði en því mun verða þannig fyrir komið að það virkar. Og en síðan ertu, þú veist með titill og þú skráir það hér og hann færist hingað yfir, en svo ertu með heyrnartólinn og iPad-an og það bara skráir það hér. Og þú veist, ljósmyndaalbúm frá ásatíðinni fyrra og eitthvað svoleiðis. Þannig að þú getur, það er hægt að koma þessu gráa efni vel fyrir í þessu kerfi. Og það er bara merkt sérstaklega og fer ekkert í samskráni. Þannig að það gefur minnisöfnum, skóla og minnisöfnum miklu meiri sveigjanleika og koma sína efni. Í augnablikinu er fullt af efni sem er útgefið inn í safnfærslum hjá söfnum sem er skrásettarlaust í samsteypum og skólasöfnum. Já. Það bendir á það rosalega mikið efni í svona safnfærslum núna í gegni að söfnin er ekki með neitt sem er með skráningarheimild, þannig að þetta er eina leið þeirra til þess að koma efnin í útlán og þannig að það er bara verið safnað saman í svona færslur sem að heita safnfærsla og síðan safnkóði og það er bara alls konar efni þarna inni, þannig að það er mjög óþægilegt að leita því og hafa þetta um þetta og þá er það bara hægt að skráta sérstaklega í þessi kerfi og það finnst alveg, þú leitar að þessu saman en það sést ekki í leitargáttin okkar og sést ekki svona ef þú ert að leita í heildinni. Þannig að það er ekkert að þvælast fyrir öðru. Heyrðu, einhverjar spurningar varðist skráningu, höfum lánþega, niðurröðun safna. Ok, þá er komin að Sveinbjörgu, hún ætlar að svona hnýta þetta saman fyrir okkur. Og já, ég með maður. Það sem að við sjáum náttúrulega í sambandi við niðurröðun safna, persónuverndarákvæði og annað slíkt, er það að við þurfum að fá umræðu á milli safnanna og þá á ykkar eigendum
að það sé í lagi að það sjáist á milli safnanna, af því að þá virkar kerfið án best. En það líka hægt að búa til hópa, eins og til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, segjum almenningsbókasöfnin, að nú eru 2 blokkir og ég veit að það er alveg vilji til þess að hafa eina blokk, það er annars vegar Reykjavík, Seltjarnarnes og Mosfellsbær, þar eru sameiginleg þjónusta og hins vegar Kópavogur, Garðabær og Hafnarfjörður og þar getur labbað í hvaða bókasafn sem og þá verður náttúrulega að geta séð landlegan og þá verður að geta borgað sektir og annað slíkt í þeim söfnum. Og sama eins og þannig Austurland skilur. Það fullt af svona blokkum þannig að það væri hægt að grúpa söfnin í minni hópa. Er nauðsynlegt að hafa þessa hópa fyrst þetta verður svona niðurjörfað að það er hægt að breyta neina eftir á? Var eitthvað skoðað möguleikin á því að hafa enga hópa? Það er það sem við, okkur dreymir á nóttinni. Að það sé bara opið á milli. En við vitum ekki hvort að við meinum það. Við vitum ekki hvort við samþykkið það. Það er það. En svoleiðis myndi kerfið virka best og væri minnsta vinnan fyrir okkur. Þannig að hugsaðu það og þetta er kannski ekkert mjög ólíkt því sem við erum með í dag. En við erum með því að skipta í þessi kerfi, þá minnkum við svo mikið núninginn á milli safna, ólíkra safna. Þetta er flókið svo gott fyrir áskorun. Þetta er sannlega svona einhvern veginn. Já, þetta er svona. Já, bara setja hérna inn. Þetta virkar það ekki, heimil í mér. Þetta er bara án ég gleymi, ég vil byrja á að þakka náttúrulega upplýsingum fyrir að gefa okkur kleift að koma hingað og kynna þetta nýja bókasafnskerfi. Við erum í miklu kynningarherferð núna. Förum það sem við getum fengið inni og segjum frá því sem að gerast. Það skiptir mála með þessum upplýsingum. Síðan vil ég líka kannski áleita þessa skissu sem við sjáum hérna í Hafnvík að þetta er ennþá gögn í vinnslu. Við erum enn að vinna með hugmyndir, þetta er þannig séð umfastíginu, bara þannig að ekki láta ykkur bregða þó eitthvað af þessum myndu sem við sjáum núna lítið svo öðruvísi út þegar koma á næstu kynningu. Það er bara eðlilegt að þessu stíli, mjög eðlilegt. En já, ég ætlaði svona að reyna að draga þetta einhvern veginn saman og aðalatriðin eru þetta, þessi kerfislegur, persónulögin lögum persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, að þau séu náttúrulega uppfyllt án þess að það hamli starfsemi bókasafnanna. Og það vil ekki taka það svo langt og þetta er línudags hjá okkur. Og við viljum geta fullnýtt kerfið í samlagi, þannig að þetta verði hagkvæmt og fýsilegur kostur fyrir okkur eins og við höfum hlutar til. Þetta er líka upprifjum, þetta er sem ég sagði hérna upphafi. Við erum að móta tillögurnar kerfisföguna, en að þið eru ábyrgðaraðilarnir, þá er nauðsynlegt að þið, og þetta er álitlafræðings, að þið þurfið að hafa skoðun á þessu og þið þurfið á endanum að samþykkja þessa kerfisföguna einhverjum hætti. Og við rættum að það mætti taka svona sameiginlega endanlega ákvörðun vonandi á notendaráðstefnu Alebris í vor. Það er svona sem við sjáum fyrir okkur á þessu stigi. Og við erum búin að náttúrulega vera í miklu samstarfi við Alebli og góðu samstarfi. Og það er rætt að notendaráðstefnan í vor verður svona svolítið veglegri heldur hefur verið hingað til. Því að þetta er náttúrulega stórt mál sem er undir. Að þetta verður semst lengri fundur. Við fáum gesti væntanlega frá Innovative, þeir munu kynna sjálfa sig og kerfin og svo munum við segja frá verkefninu og svo síðast en ekki síst þá munum við vonandi geta tekið endanlega ákvörðun kerfisöguna á þessum fundi og þá held ég að verða tækifæri aðeins til þess að þessi gera sérlega aðaldag í framhaldinu þannig að það væri alveg við hæfi.
Þið getið farið inn á landskerfisvefinn undir kerfin. Það er komin flikur sem heitir Innveg Sierra og þar munum við reyna að setja inn gögn jafnóðum og þau verða svona birtingarhæf. Og það er kannski komið þarna inn þetta eða svona minnisblað þar sem þið sjáu þessa mynd sem Sigrún var með áðan var kerfisöguna, þar sem þið getið svona rifjað upp hvað Sigrún var að útskýra áðan og átta eitthvað betur á því. Og svo bara spurjið þið, náttúrulega ef það hafið spurningar. Já, og þetta er síðasta glæra mín. Þarna sjáum við mjög fallega mynd til hægri. Þetta er svona eina af þessum hugmyndum sem við verðum að vinna með á þessum vinnufundum með Innovative. Hér er Brat sem er svona eigandi kerfishöfunnarinnar og þetta er Catherine og Heather. Þær eru að þróa nýja leitagátt fyrir Innovative. Colin Carter, hann eru svona verið okkar sölulegi tengiliður. Og uppi sjáum við Evu og, hvað segir það heitir? Dan, já, Evu og Dan, já. Þessi stóri. Og síðan svo sem beigir sig, það er verkefnisstjórinn af hálfu Innovative, Carlisle. Og það fyrir ofan aftur Brat og svo þannig til hægri sjáum við Móniku Brady sem mun aðstoða við gagnaflutningana. Og þetta er allt rosalega flott fólk og veit nákvæmlega hvað það er. Það er æðislega. Og hér stendur Inspire, hann er það þannig að Innovative, þeir eru að þróa nýjan leitarveg og hann heitir Inspire. Þetta er enn í þróun, ekki tilbúin vara. Okkur býðst að nota þennan vef á móti Sierra, að skipta þá út fyrir Primo. Þá eftir að koma ljós hvort við getum gert þetta, því þetta er vara enn í þróun og við vitum ekki hvort það er tilbúið ná snemma fyrir okkur. En það er alltaf spennandi því að þeir eru tilbúin að þróa þennan vef svolítið með hliðsjón á okkar þörfum og okkar óskum sem samlags ólíkra gerða samna. Þannig að það er spennandi. Það er líka alltaf hugsun í þessum vef. Að þeir taka markgögnin og varpa þeim yfir á BibFrame form. Þannig að það eru farin að vinna með opingögn, við erum farin að geta fullnýtt þá möguleika RDA-regluna og svo verður auðvitað að samþætta gögnin við bara önnur gögn á internetinu. Svona er þetta allavega kynnt fyrir okkur, sko. Þannig að þetta er ákveðin nýjung í þessu. Þannig að við langaðum svona bara að ljúka með því að varpa þessu upp og það einhvern tíma sagt mér er möguleiki og það er svona svolítið svoleiðis með Inspire líka. Við vitum ekki hvort að þetta verður komið á nátt þess að við getum notað þessa vöru en það gæti verið. Við höfum eigin kostaði. Þeir buðu okkur þennan vef líka í sín tilboð. Og þetta er mjög spennandi kostur. Þetta er mjög spennandi kostur, segir Sigrún og ég tek undir það. Þannig að þetta er eiginlega svona loka orðin af því sem ég ætla að segja en endilega, ef þið hafið spurningar, eitthvað sem þið viljið spyrja benda á, þá erum við meira tilbúin að svara. Eina spurningu í samband, ég er ekki að skrá í það núna. Nei. Ég gaf fylgist með. Já. Og sko, það sem við sjáum í dag á nettum, það er þess að, hvað heitir þetta? Primo. Primo, það er Primo-hugbúnaðurinn. Það sem verður hugsanlega þannig áfram. Það er spurt. Annars verður áfram í. Það er spurt leitir og bara til þess að hnykkja á því að hugbúnaðan á bakvið leitir í dag er Primo. En í framtíðinni gæti hugbúnaðan á bakvið leitir eins og orðir þetta Inspire. Hugsanlega, maybe, eins og að segja. Það er eitthvað nýjung samt á leitum núna. Það er eitthvað búið að uppfæra eitthvað. Það er nýjung á leitum núna alveg rétt. Leitir er komin sko í nýföt. Það er sem sagt framleiðandi Primo-hugbúnaðarins Ex Libris hannaði nýtt útlit sem er svona notendavænna, einfaldara og meira í takt við tímann og það var sett í lofti núna fyrir sigur verið 2 vikur maður ekki náttúrulega. Já, spurning? Já, það er spurt út í að ég talaði að gögnum er varpaður á BibFrame. Gögnin verða áfram á marksniði í Sierra, það breytist ekki neitt. En síðan kemur millilag á milli Sierra og þess Inspire sem þeir kalla Context Engine. Og það er svona eining þar sem þeir taka gögnin á marksniði og varpa þeim yfir á þetta BibFrame-snið. Og sem er svo unnin með í Inspire. Þannig að það er gert þannig. Skráningar umhverfið fyrir okkur breytast mikið.
mun skráningarumhverfi breytast mikið. Það mun svolítið breytast eins og Sigrún minntist á á glærunni sinni. En það mun breytast að því leyti að þið hafið, ef þið eru að vinna í almenningsbókasafni, að þá skráið þið svona lókalefni eins og iPada eða heyrnartól bara í ykkar eigin kerfi, en það sem á erindi við samskrána, þá lokkið við ykkur inn í háskólaenguna og skráðu gögnin þar. Þetta er gróf hugmynd, það á eftir að útfæra þetta betur, við vitum ekki nákvæmlega hvernig það verður, en það er lögð áherslu á að þetta sé eins einfalt og aðgengilegt kostur er. Ég meinti svona meira útlitið. Já, útlitið. Nei, ég tel að það breytist ekkert mikið. Við verðum að áfram í marksniðinu, við höfum, þú veist, getum verið með sviðsheitin og síðan eða haft sko bara svona nöfn, svona fyrirsagnir. Það virðist vera óskupsvipað. Það er engin grundvallarbreyting. Engin grundvallarbreyting. Nei. Engin grundvallarbreyting. Það var svarið. Óskar, spurningu? Já, það er ein spurning úr streyminu. Getum við áfram séð hvað grunnskólasafnið á bókum í kerfinu sitt í nýja eins og gamla? Þau geta sagt börnunum hvað sé í til þó það sé útlóni og svoleiðis. Aðsjáðsögðu. Já. Allt svona verður áfram. Algjörlega. Þetta er alltaf bara nauðsynlegt. Það er bara ein spurning á streyminu. Já. Nákvæmlega. Hvernig líst ykkur á þetta? Er þetta óskiljanlegt eða spennandi? Það er ein spurning eða hvað? Nei. Svo höfum við náttúrulega ekki fjallað svona nýmælin í þessu. Það er náttúrulega, Sigrún talaði þessi add-ons fyrir Síana og þau voru margvíslega. Það er þess að eitt er svona viðburðir. Almenningsbókasöfn eru mikið með viðburði og fleiri söfn og það er möguleik að setja slíkt upp í Síana og deila því svo yfir á eftirlega Inspire eða vefsíðu. Það er svona eitt dæmið. Þannig að það er ýmislegt nýtt í þessu og þessi homebound módul sem gerir kleift að lána til þeirra sem eru heima, veikir, komast ekki bókasafnið. Þannig að við erum að fá mjög fjölbreytta virkni og ástæðan fyrir að við skiptum söfnum upp í þessa 3 hópa er meðal annars svo að við teljum að þannig sé hægt að mæta þörfum hvers hóps sem best og líka lánþegana og endan snýst þetta allt lánþegana að þeirra endapunkturinn. Það er endapunkturinn. Mér langaði að segja, ég ætla bara að standa hérna við liðin á Sveinbjörgu að hérna hafa spurning hvort það væri skráði í marksniðið en síðan er leitarvélin með BibFrame. Það sem það gerir okkur kleift að hafa gögnin á BibFrame formi í leitarvélinu en það við getum linkað, þá erum við komið með opin gögn, opin link data og þá getum við linkað auðvitað við eins og Wikipedia er kannski það mest svona open link data svona sem við þekkjum. Þá getum við tengt beint við það og tengt beint við ýmislegt þannig að það verður svo auðvelt að auðga gögnin, bæta við upplýsingum fyrir fólk annað slíkt. Þótt að það ske ekki í skráningunni heldur í leitargögnum. Þannig að það gefur ofboðslega mikla möguleika. Þetta er líka kallað frelsun bókfræðingarna að ekki koma þeim á þannig fólk að þeir geta átt samskipti við önnur gögn á internetinu eins og við vitum eru bókfræðingögn svolítið læst í sínum format í dag. Þannig það verður að opna þau upp og frelsa þau. Það er svona, maður heyrist þetta svona frasa. Já, við hlökkum bara mikið til að vinna í þessu verkefni, þetta verður krefjandi, en það er óbótið tækifæri í þessu og allt snýst þetta náttúrulega að umhverfi bókasafna í landinu verði sem best og við stefnum klárlega að því að það verði kerfislega enn betra heldur en það er í dag með þessum nýju kerfum. Það er markmiðið, til þess þetta. Og það er óbúinlega gott að heyra frá ykkur svo á þeirra framlíða stundu hvernig við líst á, hvort þið hafið einhverja efasemdir eitthvað og eða einhverjar hugmyndir hvernig mætti gera hlutina. Það er mjög gagnlegt fyrir okkur. Mér langar að bæta einu við, sko, munurinn á milli Sierra eða Ex-Libris-kerfi sem hét Alma sem við höfum þessa 2 möguleika að velja úr er það að Sierra-kerfið það þjónar sko, meira almenningsbókasafni, það þjónar miklu fjölbreyttari hópi og það er sem sagt mjög sterkt í svona
samlögum fyrir almenningsbókasafn sem að, þú veist, þannig að við erum líka að velja, þú veist, hina hliðina af peningnum, eitthvað sem er öðruvísi, eitthvað sem við höfum kannski lítið getað þjónað, gert í núverandi kerfi, við ætlum að vera sterkari þar á sveitinni. Svona fyrir það sem að hlusta hérna í streyminu, valið á sér bara niðurstöðu útboðs, þar sem voru ákveðið formúlega sem var lagt upp með og þeir bara voru bestir. En það sem við erum að fá með þessu kerfi sem Sigrún var að segja, við erum að fá aukna möguleika til að mæta þörfum grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla, almenningsbókasafna og svo framvegis. Ein spurning, betur heldur við erum að gera í dag kannski af? Hvernig eru þessu aðgengismál í nýja kerfinu? Er ekki huga að bæði svona upplestrarforritum og svo... Já, sko, í notendaviðmótinu, þetta var náttúrulega kannski fyrst og fremst við notendaviðmótið, það er það sem þetta skiptir alltaf miklu máli. Það er alveg gífurlega áhersla á það hér, í þessu Inspire, að þetta sé uppfylli alla staðlega aðgengi og sé eins notendavænt og kostur er. Það er ekki eins, alveg eins þannig kannski á innrækerfinu, þegar starfsmennir eru, og því að það er náttúrulega bara eldra kerfi sem að byggja svolítið á þeirri höfnir sem að fá í gildi þegar það var til. Já, Andri. Já. Er þetta svona uppsett á tölvum eða er þetta hörðum? Já, er þetta uppsett á tölvum, er þetta client, sko það er hægt að hafa þetta hvort tveggja, það er hægt að vera með client eða vef og við leggjum upp með að þetta sé bara veflegt forritun ykkur, þannig að það þurfi enga uppsetningu á biðlara. En það kerfi býður upp á hvort tveggja. En við viljum nota náttúrulega vefinn, það er langt einfaldast fyrir okkur eins, sko. Þurfum ekki að fá okkur tæknimann til að setja upp biðlara á tölvum á bóksum. Frá hvaða land er þetta? Heyrðu, sko, þetta er fyrirtækið Innovative, er amerískt fyrirtæki, er á markaði í Bandaríkjum, bara eins og Ex-Libris. En þeir eru með þróunarteymi bæði í Bandaríkjunum og svo líka í Asíu og Evrópu. Þeir eru svona með sína höfuðstöðar í Dublin í Evrópu. Þar bjóða þeir upp á hýsingukerfa og svona stuðning við evrópska kúnna. Við verðum örgulega þjónustu þaðan þegar kerfið komið í rekstur. En þetta er mjög amerískt fyrirtæki og rekur náttúrulega upprunni sem þangað. Og þetta fólk sem er að koma og funda með okkur núna meðan við erum í innleikunni, þetta er mjög mikið afleikunni. Sem er dreifður öll Bandaríkin, sko. Ein er í New Orleans, önnur er í Seattle, svo eru aðrir sem er á austurströndinni, svo er í New York fylki, eða Maine, eða niður í Virginia. Þau eru dreifð út allt. Jæja, það er spurning Marja, hvað þú segir, hvort við viljum hafa frekara samtali um þetta hér og nú eða hvort það er alltaf spurningar bara búnar í? Það er ein spurning frá Strik. Verður svona prófunarumhverfi samt til að fikta í þessu núna? Já, að sjálfsögðu. Það verður sett prófunarumhverfi. Við leggjum mikla áherslu á það, sko. Og kannski það sem að, eins og segi, við erum svolítið mikið að tala um þessa kerfissögu núna því það er okkar hjartansmál, það er eitthvað sem við verðum að ná niðurstöðu í fljótlega. Þannig við höfum ekki getað að tala mikið um svona þessi nýmæli. Eitt af því sem við leggjum náttúrulega mjög mikil áherslu á er samþætting við önnur kerfi, gegnir svolítið eyland í dag. Við viljum þessi kerfi sem talar við önnur kerfi. Og við leggjum líka áherslu á að innskráningu er sem aðgengilegur, viljum fá auðkenningu við Ísland.is til dæmis til þess að gera þetta sem einfaldast fyrir endanotendan fyrst og fremst. Að þegar hann skráir sig inn í Uglu eða Innu að þá sé bara auðvelt fyrir hann að komast inn á leitin, það fyrir ekki að skrá sig inn aftur þar. Þetta er svolítið leiðarlega að sjá okkur líka. Og svo auðvitað sjálfsafgreiðsla lánþega á netinu. Það er auðvitað mikil krafa um það eitthvað að fara á almenningsbókasöfnum. Þannig að það er miklu meir undir heldur en að við höfum komið inn á í þessu stund erindi. Það er bara ekki hægt að gera þetta öllu skil. Við erum svolítið svona sjálfhverfar, við erum að hugsa um kerfisögunina núna.
í skráningunum nú hefur ekki veitt færslu. Já, það verður áframhald. Það verður eins og það var. Það verður færslu veður í boði. Samstarfið við sögumkerfin og... Við gerum ráð fyrir því. Já, og vonandi miklu fleiri. Já, miklu fleiri. Já, það er alveg allt svo leiðis. Þannig það var ekki að fælka neitt svona möguleikum, það frekar bara auka við. Það er eiginlega leiðarlösing. Já, ef ekki eru fleiri spurningar þá held ég þakki fyrir mig og Sigmundur gerir örugglega það sama og ég bara þakka fyrir, já, góða